sest hjá mér hérna Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og Gunnar Axel Axelsson. Sæl ert þú, Sigríður, ég ætlaði nú að byrja á því að tala við þig. Þú hérna skrifaði grein í Moggann í gær. Þú ert heldur eina manneskjan sem hefur sagt af sér í öllu þessu hérna addi fyrir utan þetta Bjarna Harðarson og Guðjón Ágústsson en þeir fóru nú út á öðrum ástæðum. Þú varst í bankaráði Seðlabankans. Þú segir að hér sé að gerast eitthvað sem þú kallar hvað, ekki benda á mig leikur. Já. Hvað meira með því? Ég held að það er bara merkilegt í öllu þessu hruni eða kerfishruni sem við höfum farið í gegnum. Að auðvitað er, sko það eru margir sem að hafa komið en það er einhvern veginn aðilar að benda hver á annan. Í staðinn fyrir að það eru auðvitað enginn einn sökudólgur eða slíkt í þessu og þetta snýst ekki sökudólg í bili. Það hlýtur einhver rannsóknarleið í ljós og það þarf að fara með sumt af því fyrir dómstóla en það snýst það að fólk sem er í ákveðnum lykilembættum og stöðum skynja að þeirra persóna stendur í vegi fyrir því sem nú þarf að gera. Að það sé ekki, því það verður alltaf grunnur það ef að viðkomandi hefur verið í embætti að hann eða hún sé að hilma yfir eitthvað sem gert hefur verið sem að kemur ekki vel út fyrir viðkomandi. Þetta snýst að þú skapir traust það embætti sem að í hlut á og persónan víki. Nú sagt að mætti ekki persóna gera hlutina? Nei, það er mjög sérstakt að banna okkur að velta því fyrir okkur hvaða embætti skipta máli í þessu slíkt. Það er, sko, það er enginn að benda, þetta er dómstólar ákveða hvort einhver sé sekur eða slíkt, en þetta snýst það að skynja sinn vitjunartíma. Að átta sig á því að þú sem persóna ert fyrir. Þú þarft að víkja frá til þess að sé hægt að halda áfram og það ríki traust embætti sem í hlut á. Síðan er auðvitað augljóst eins og Sigríður kom hérna inn á nafna mín að það hefur mjög margt farið úrskeiðis og einhvers staðar hafa verið gerð mjög alvarleg mistök og það er örugglega þannig að inn í bankakerfinu hafa verið framin lögbrot. En það vitum við ekki núna. En þetta eru ekki nornaveiðar. En hverju finnst þér að þurfa að víkja? Það er til dæmis bankastjórn Seðlabankans. Mér finnst að stjórn og forstjóri fjármálaeftirlitsins þurfa að víkja. Það er reyndar apparat sem er núna í mjög krefjandi og erfiðum verkefnum, en þetta eru aðilar sem að tvímælalaust þurfa að víkja. Eins get ég nefnt fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra. Þér finnst það bæði fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra? Já, það finnst mér. Og mér finnst líka, ég hef talað fyrir kosningum og það ger ég af því að mér finnst ríkisstjórn Íslands þurfa að segja við landsmenn nú víkjum við frá þau þetta setja fram að kosningum sem ég segi fyrir mér að gætu verið í apríl eða maí til þess að gefa þjóðinu kost á að velja hverja þau treysta til þess að fara fram og hvað ætlum við að gera í framtíðinni. Það er mikið og sársaukafullt skeið framundan. Það sem að við öll þurfum að færa miklar fórnir og við fólkið í landinu verðum að fá að hafa það að segja með hvaða hætti það á að gerast. Nú ert þú flokkssystir Ingibjargar Sólrúnar og hefur verið með henni í liði svona í pólitík. Þú ert ekki sammála því sem þú sagði í ræðu sinni í gær? Nei, ég er það ekki, en ég get alveg skilið ræðunar í gær. En hún náttúrulega verður að horfast í augu við þá strauma sem það eru og ég held að ríkisstjórnin gerir sig grein fyrir því að þau get ekki haldið áfram eins og ekkert sé. Nei, en þú telur að ríkisstjórnin, það er náttúrulega spurningin með til dæmis viðskiptaráðherra sem hann er líka flokksbróðir þinn. Já, og þetta er engin áfellingadómur yfir honum. Þetta snýst nákvæmlega það sem ég kem inn á greininni. Hans persóna er óheppileg inn í þessu núna á þessu tímabili. Hann þarf að taka sjálfan sig frá til þess að fólk óttist ekki að það sé verið að hilma yfir einhverjum í viðskiptaráðuneytinu sem að kæmu honum illa. Og það þýðir ekkert að hann sé búinn í pólitík. Ég held að hann geti komið sterkari tilbaka með því að gera það. En þegar þú fórst úr bankaráðinu í Seðlabankanum, hvattirðu hina til að gera þið sama? Ég hvatti bankastjórnina til að gera það. Og svo taldi ég eðlilegt að ef ég er að segja öðrum að fara, þá verð ég auðvitað að fara. En þeir sitja allir sem fastast? Já, þeir eru ekki sammála mér. Nei. Gunnar Axel, þú hefur haldið úti mjög merkilegu bloggi þar sem þú ert að skoða ýmis mál í viðskiptalífinu og reyndar af því að nú eru óhefðbundin tíma þá hefur þú líkst líka eftir því að fólk beinlínis hjálpið með því að senda þér upplýsingar og það eru nokkuð svona
hneykslismál sem þú hefur verið að skoða. Ég get nefnt Byr, Ímon, 365 og Gift og einhvern veginn virðist vaka í þessu hjá þér að fjölmiðlarnir sé ekki að spyrja réttu spurningana. Já, ég hef verið kannski að kasta fram ákveðnum spurningum sem að þú segir réttilega að yfir spillingu eða eitthvað slíkt. Sumar af þessum spurningum hins vegar ekkert nýjar. Það hafa verið vakandi í gegnum tíðina og til dæmis hvað var það sparisjóðina. Já. En kannski í þessu nýja Íslandi, þessu nýja samfélagi sem er að vera til núna, þá kannski er hægt að kalla þetta spillingamál. En þau hafa ekki verið skilgreind sem slíkar. Og þetta er svona spurningar sem ég held að við þurfum að spyrja og ég held að almenningur eigi rétt á að fá svör við. En hingað til hefur kannski viðskiptalífi verið talið einkamál örfára manna sem að hafa stundað viðskipti. Þrátt fyrir að viðskiptalífið grundvallist auðvitað á almenningi öllum og okkur öllum. Þetta var náttúrulega lokað svona samfélag og með svona þessum hluti voru við. Já, það var náttúrulega ríkt hérna ákveðið stefna stjórnvalda. Sko, af því að hagsmunir viðskiptajöfranna voru svo miklu sameiginlegir, jafnvel þó þeir væru ekki sko saman í fylkingu, þá þögðu þeir svona hverju mannan. Sko. Já, ég held að það ríkt ákveðin stefna sem hefur gengið... Fyrirgefum, bara í sambandi við orðið spilling, sko, að það líka komst aldrei umfyrir eins að það er alltaf slegið af borðinu með könnunum sem voru gerðar hérna og birtar alþjóðlega rannsóknir sem sýndu fram á við og við að á Íslandi veri minnsta spilling í heimi. Já, mikið rétt. Og ég hitti hagfræðing á dögunum sem er starfandi núna í stjórnsýslunni hér eftir að hafa verið erlendis lengi og er forvið á því að mynda stjórnsýslan sé morkin og ónótæð vegna spillingar. Og ég spurði mig hvers vegna komstu þið alltaf í gegnum þessar kannanir? Og hún sagði, í rauninni vorum við metin á hvarða skandinavískra landa, menn held að við værum eins og Danmark, Svíþjóð og Noregur og spurðu bara light spurninga. Og voru bara með Moskva sem alltaf stóru. En segðu mér til dæmis með Byr, það er eitt mál sem þú ert búin að skoða. Já, eins og ég segi, sko, það hefur gríkt þetta ákveðin stefna og hún hefur gengið út á það að hlutafélög væri það eina rétta form. Og í rauninni átti með öllu öðru. Þegar út sjálfseignarstofnanir, því var haldið fram að þær væru bara ekki að finna góða fyrir samfélagið. Þrátt fyrir að þær hefur verið starfræktar í yfir heila öld eins og Sparisjóður Hafnarfjarðar hefur verið rekin. Og það voru alltaf tekið þetta pólitíska ákvörðun það að fara út í einkavæðingu og öllu því sem var í almannaeigu með einhverjum hætti. Og eins og við vitum að viðskiptabankarnir hefur voru seldir og þar var tekin pólitísk ákvörðun það var sett að laggirnar ákveðin einkavæðingarnefnd og ferli sett að stað. Og þeir voru seldir og menn geta svo sem dæmt hvernig það ferli var allt saman og hvort það rétt verð hafi verið greitt. En í tilfelli Sparisjóðanna var aldrei tekin inn pólitísk ákvörðun að selja það. Þóttir væri í rauninni eigu almennings. Og þar fór fram þessi þögla einkavæðing. Og ég hef svona verið að velta spurningum, sko, hver á Sparisjóðan í dag? Já, hver á Byr? Já, það er góð spurning. Vegna þess að í rauninni, þetta er kannski, eins og ég sagði við, þú baðst mig að koma í þáttinn, að þá er þetta málefni tiltölulega flókið og það sem er kannski skort á í fjölmiðlum er að þetta sé skýrt út fyrir almenningi. Það þarf að eyða smá tími í það. Það þyrfti kannski klukkustundar fréttaskýringar þá til að koma þessi í mannamál og segja fólki hvað eru sparisjóðir, hver á þessa peninga og hvaða laga og hvaða gilda þar En það hefur bara ekki verið gert. Kannski vegna þess að hérna er ríkt ákveðin þöggun og það hefur bara ekki þótt smart að vera með gagnrýna umræðu. Við hefum jafnvel gert út heilu þjóðarleiðtogana út á erlenda grundu til þess að halda halleluja-ræður og allt sem var gagnrýnt var ekki gott. En það sem hefur gerst þær í rauninni Sparisjóður Hafnarfjarðar er svolítið sérstakt dæmi vegna þess að þar voru svokallaðir stofnfjáreigendur eins og í öðrum sparisjóðum og þeir voru tiltölulega fáir, þeir voru innan 50 manns. Og þeir í rauninni höfðu það hlutverk fyrir hönd almennings í bænum að skipa fólk í stjórn sjóðsins. Eins og kjörnir fulltrúar í rauninni og hétu alltaf ábyrgðarmenn. Þangað til 2001 held ég að menn hafi breytt í stofnfjáraðilar, stofnfjáreigendur. Og þeir fengu ekkert sérstaklega greitt fyrir störfi sín, en þeir fengu þetta virðingarembætti í bænum og fengu að eiga lítinn stofnfjárhlut sem var algjört brota heildareignum sjóðsins og menn litu aldrei á þeim hlut fylgdi einhvers konar eignaraðild að sparisjóðnum. Algjörlega fráleitt að hugsa sér vegna þess að í rauninni var þóknunin þeirra í formi gríðarlegrar ávöxtunar á þessum litla hlut. Þessi hlutur sem var árið 2005 150.000 krónur á mann, 7 milljónir í heildina af margra milljarða eigið fé sjóðsins. Þessi stofnfjáreigendur, þeir fengu bæði, sko, hlutur á bæði verðtryggður og bara jafnaði 10% ávöxtun ofan á það á hverju ári. Menn eru þetta bara moldríkir að þessu? Ja, moldríkir. Og þarna voru fáir einstaklingar. Þar á meðal var fjármálaráðherra þjóðarinnar. Það var einn þeirra. Og 2005 að þá tekur hópur sig til, hópur fjárfesta og söðlar undir sér sjóðinn. Gerði það reyndar gegn lögum, en það tókst aldrei að sanna það á þá vegna þess að þegar til kastara dómsvalda kom,
að þá höfðu þeir sameinast öðrum sjóði og grundvöllurinn fyrir laga málinu var farin. Þó svo fjármálaeftirlitið hafi reynt eftir veikum megni að gera eitthvað í málinu. En þessir einstaklingar sem áttu þarna 150.000 krónur hver, þeir fengu allir á sama tímapunkti tilboð frá ónafngreindum aðilum upp á 50 milljónir hver. Og það kannski, maður þarf að setja sig svolítið í þeirra spor. Það er mjög freistandi uppæð fyrir venjulegan Íslending sem nær jafnvel aldrei að spara svo mikið á sinni ævi. Og þannig staðan í dag að það kannski svona óljóst hver á sjóðinn eða hver ræður þar. En það sem vakti athygli mína, ég segi kannski stuttumáli, núna í vor, að það kom frétt frá Sparisjóði Hafnarfjarðar, að BR eins og hann kallast í dag, ég kýs bara að kalla hann áfram minn Sparisjóð, þessi stofnfjáreigendur, Ímon og mörg skrítin nöfn sem enginn skilur og enginn veit hver á, þeir greiddu sér 13,5 milljarða í arð fyrir árið 2007. Og maður setur þetta í samhengi við þeirra stofnfjárhlut, þá var hann innan við milljarður, allt fram á síðustu daga ársins 2007. Og vegna þess að reglurnar kváðu á að þeir gátu ekki náttúrulega að borga þessi mörg 1000% dag, þá tóku þeir upp á því að auka stofnfjárhlutin margfalt, nokkrum dögum fyrir lok ársins. Og fór í lokað útboð þar sem þeir buðu öllum stofnfjáreigendunum að auka við hlut sinn í hlutfalli við fyrri eign, bættu við 26 milljörðum inn í sjóðinn og tóku svo 13,5 milljarðir út aftur úr þeim hluta sjóðsins sem heitir varasjóður og eign almennings. Og þeir voru bara að taka peninga á þetta? Þeir gerðu það bara. Þannig það. Og akkurat á þessu augnabliki þá náttúrulega var ákveðið andrúmsloft í samfélaginu. Það mátti ekki segja neitt slæmt íslensk fjármálafyrirtæki. Og ráðherrar og aðrir voru út allar koppagrundir að tala vel um það, tala fyrir það. Og einhvern veginn þá bara fór þetta bróðangarinn neðan þessi frétt. Og ég fór svo aðeins að velta þessu fyrir mér og þetta er meðal þess sem þú ert búinn að skoða á blogginu þínu og svo ertu reynda búinn að vera að kíkja aðeins, fjalla aðeins þetta, þú ert búinn að kíkja aðeins á Ímon, þarna kaupin í Landsbankanum. Já, ég skrifaði pistil í gær sem að ég það sé kannski svona persónulega gera þessa menn og segi bara, þetta eru Ímonar. Þetta eru nýju Ímonarnir og þeir verða bara að átta sig á því að Íslandi sem er að vera nýja til, þá er ekki nóg að menn fara eftir lögum, þeir verða líka að haga sér í takt við siðgæðisvitund þessara þjóðar. Annars verður það bara að finna svona þjóð. En hver á byr? Er ekki sagt að byr sé Baugs Sparisjóður? Já, það má alveg finna tenginguna þar á milli, hún er nokkuð ljós. Og þegar þetta mál kom upp á sínum tíma og menn fór að velta fyrir sig hverju væru þarna baki, þá var það gefið í skyn að þeir sem voru að fjármagna þessi kaup í gegnum fullt af einstaklingum væri einmitt sá hópur. Heyrðu, ég þarf eiginlega að fá þig aftur í þáttinn, Gunnar, bara fljótlega til að tala um fleiri svona mál. Ég geri smá hlé og ætla að sýna hér viðtal sem ég tók áðan við mann sem heitir Hallbjörn Karlsson.